Komið sæl og velkomin að þessa málstofu velferðnað í uppeldi og menntun, vona bara að þið njótið. Ég ætla að segja ykkur frá rannsókn í skóla sem hefur hlotið athygli fyrir starfshætti sína og ekki síst fyrir það að hafa haft að svona faglegu leiðarljósi að efla sjálfræði og sjálfsábyrgð nemenda í gegnum áhugadrifið nám. Og ég ætla aðeins að segja ykkur forsöguna sem útskýrir þetta betur. Fyrir fáeinum árum var ég í doktorsnámi mínu að skoða hvort og hvernig við gætum skipulagt starfshætti þannig að nemendur hefðu svona sem mest nám sitt að segja. Að þeir hefðu sem mest áhrif og þetta var ég að gera út frá svokallum sjálfsákvörðunarkenningum sem ég ætla nú ekki að fara nánar út í dag. En það var gríðarlega mikið magn af sálfræðilegum rannsóknum þetta en mjög lítið það hvernig við ættum að nýta þetta á gólfinu, í kennslu. Og leitaði viðan velli út allan heim, sem ég nýbúin að verja doktorsritgerðina, þá fæ ég nú bara símtali frá aðilum á Íslandi sem segja einmitt að þeir hafi verið að stofna skóla, þar sem þetta væri hið eiginlega faglega leiðarljós. Og þá var nú nokkuð ljóst og ég eitt eftir að heimsækja það og sjá hvernig þeir voru að gera þetta. En almennt svona skólan, áður en ég fer út í svona fókusin sem ég var sérstaklega með. Þetta er sem sagt skóli sem er unglingastig skóli og sérstaklega fyrir nemendur sem hafa áhuga á heilsu og íþróttum. Og ég árétta að þeir hafa áhuga á heilsu og íþróttum. Það er engin krafa færni í íþróttum en eitt svoleiðis. En að því þeir kenna svo mikið gegnum áhugasviði, þá er það forsenda. Áhuga margt svona öðruvísi við þennan skóla. Í fyrsta lagi kalla þess ekki skóla, þeir kalla sig nú að þeir vilja breyta orðræðinu menntun og skólastarf. Þeir fjallum ekki heimanám, þeir myndi ekki hér orðið skólastofur eða stundatöflur því að, þeir eru með svona aðra orðræðu. Ef þið koma inn það sjáu þið að það eru stólar á borð fyrir kannski innan við helming nemenda að því að sumir læra á gólfinu og sumir læra standandi og þeir eru á hreyfingu og læri í álíkum stellingum með svona heilsu og velferðnaði leiðarljósi. Það eru fáa bækur þarna en allir með sína tölvur og þannig að þetta er svona aðeins almennt nú áður en ég ætla að segja ykkur frá rannsókninni þarna. Ég var sem sagt á vettvangi voru 2018-19 í tæplega 2 vikur og ég tók viðtöl við bæði nemendur og skólastjóra og kennara og svo fékk ég líka aðgang að ýmsu gögnum úr innra mati eins og könnunum og skólapúlsinn. Svo að nemandi minn sem tók viðtöl við foreldra þá ég ætla nú ekki að fjalla þau hér. Þar sem ég ætla að segja ykkur kannski sérstaklega núna er að ég ætla að segja ykkur svona frá megin skipulaginu og svona megin áherslum út frá kennaraviðtölum og vettvangsathugun. Og svo ætla ég að segja ykkur frá því hvernig nemendurnir upplifðu þessar áherslur og þessa starfshætti svona seinni hluta. En þá að hryggjarstykkinu, svo þeir kalla það, svona námsskipulaginu. Og þar er fyrst að segja að þeir kenna, þetta eru 10 lótur, námslótur yfir árið og hver lóta er 3 mínútur. Nei, hver lóta er 3 vikur. Og í þessari hverri lótu eru 3 megin þemu eða 3 námsgreinar. Og í upphafi hverja lótu þá er gerð einstaklingsnámsáætlun. Þannig að strax þá koma nemendur að því að ákveða form og skilum og hvenær ætla að skila. Þannig að strax þarna fara þeir að taka ákvarðanir sitt nám. Og það er gert með ýmsu öðru móti líka. Það er mikið svigrúm fyrir val og ákvarðanir. Þeir taka þátt í námsmati, þeir stjórna foreldraviðtölum. Það eru svokallar snillistundir þar sem þeir vinna alfarið í áhugasviðsverkefnum, hluta lótunar og svona mætti lengi telja og þetta er svona grundvallaratriði sem styður við sjálfræði nemendana. En þetta er svo annað lykilatriði þarna, þetta er gert í formi vendikennslu. Þannig að öll svona megin innlögn er á netinu
og svona lungin að deginum fer þannig fram að nemendur eru að vinna hver á sínu stað, hver í sínu efni, á sínu hraða og kennarar ganga og hjálpa. Það sem að mér kannski sérstaklega áhugavert þarna var að þeir eru núna hefja sitt 5. starfsár. Í fyrra byrjaði með nýtt svona námskipulag, nýtt hvatakerfi. Krakkarnir kölluðu þetta beltakerfið með tilvísun í beltin í karate og það virkar þá þannig að allir nemendur byrja í hvítabeltinu. Það þýðir að það er talsvert mikið utanumhald kennara og eftirfylgni. En ef nemendur skila verkefnum á réttum tíma og koma vel fram við náungan, þá hafir tækifæri til að færa sig upp á gulabeltið. Og umbunin sem sagt auki frelsi. Þannig að það, og ef þú ert þá komin á svartabeltið, þá er raunverulega færið þína námsáætlun í upphafi hverja lotu og fylgir henni eftir sjálfur. Þá ertu búin að sýna fram á það að þú hafi raunverulega færni og áhuga til þess að gera það. Þannig að þetta er áhugavert fyrir margar sakir, ekki síst í ljósi þess að rannsóknir á skólastarfi á Íslandi hefur sýnt okkur að kennara skortir víða svona hugmyndir nám sem veitir nemendum frelsi til þess að taka þetta miklar ákvarðanir og það er fátítt ennþá að þeir fái mikið frelsi til þess að stjórna sínu námi og víðast hvar eiga þeir ennþá að vera á sama stað í námi allir og það er svona ákveðin ótti við það að ef þú svona í hugum margra að ef það er veitt og mikið frelsi eða svigrúm að þá þýðir það einhvers konar óstjórn eða þá er ákveðin hræðsla við að missa stjórn. Þannig að þess vegna er áhugavert að skoða þetta námskipulag hjá þeim. En frá námskipulagin og í svona megin áherslur, eða kúltúrin, eða skólabrægin sem ég sá. Og það er þessi mikla áherslu á sjálfseflingu og félagsferðni og heilsu og vellíðan og skapa þannig svona örugt umhverfi fyrir þau til þess að verða meiri manneskjur eins og það var orðað. Og skólastjórinn sagði þessar áherslur eru í DNA-in okkar, þetta eru bara það sem við erum. Og þetta var gert á margvíslega máta og sem dæmi maður nefna á hverju mótni fara allir nemendur í hugleiðslu eða nú vitundar ástundun og eru þar í einhvers konar ígrundun eða í hálftíma á hverju mótni. Og annað dæmi eru á hverju hausti fara allir saman í nokkura daga ferðir þar sem er markvisst verið að vinna með hópefli og félagsferðni allan tíman. Allir nemendur fá 4 samtöl við markþjálfa á hverju starfsári. Þar eru þau svona að ræða sinn innri áttavita og styrkleika og gildi. Nú þau fá sérstaka kennslu í teymisvinnu, ekki síst einmitt til að efla félagsferðnina og það er verið að vinna markvisst í hugafarið og þetta er svona, eins og ég segi, þessar áherslur eru samofnar allstaðar. Ég sá plakkut upp á vegg sem er styðja þessar áherslur og þeir kalla þetta DNA-ið sitt. Þannig að þetta fannst mér áhugavert að sjá, ekki síst í ljósi fyrir rannsóknar sem sýna að kennarar telja sig mistilbúna til þess að sinna einmitt þessu hlutverki að efla velfarna og þroska, svona hennan persónulega þroska. Hér er með glæru sem sýnir niðurstöður í 20 skólum og ef við skoðum hérna miðju rauðu súluna þá eru 30% kennara í þessum 20 skólum sem telja að skólinn sinni þessu hlutverki vel að efla almennan þroska og velferðna. En svo sjáum við líka greiðilega breytt. Í einhverjum skóla eru 8% kennara sem telja skólan gera þetta vel. Í öðrum 74% sem telja skólan gera þetta vel. En í öllu falli þá er hérna mikil breytt og kannski margir sem telja að skólan gera þetta ekki vel og fyrir þær sakir líka áhugavert að horfa á DNA-ið hjá nú. En þá erum við komin að röddum nemenda upplifun þeirra af þessum starfsháttum og af þessum áherslum. Og þessi situr nú svona í hjartanu mínu þegar ég heyrði þetta þegar ég var þessi nemandi var til dæmis ný komin inn í skólan og ég einmitt velti fyrir mér hvernig var að koma inn í 9. bekk, hann hafði ekki byrjað í 8. eins og flestir, en hann sagði þetta: ég er alltaf glaðari og ég er miklu sjálfstæðari en ég var og ég hugsaði með mér ef ég myndi að heyra son minn
gamlan segja þetta, þá myndi hann nú gleða mig, en ég sem sagt úr viðtölum við nemendur, þá dró ég 3 megin þema. Fyrsta þema þetta, við verðum sjálfstæðari og að því að við fengum að bera ábyrgð. Það er svona fyrsta þema. Maður læri bara að vera sjálfstæður að því að maður þarf að hafa ábyrgð í náminu, segir ein. Og annar, ég var alls ekki sjálfstæð þegar ég byrjaði 8. bekk, en núna finnst mér alveg sjálfsagt að geta gert verkefni sjálf, basically sjá þetta sjálf og bera ábyrgð á þessu sjálf. Þannig að þau svona uxu þarna og stækkuðu. Og þetta sýndu líka kannanir í skólanum, að þegar allir voru spurðir, að þau árun yfir 90% töldu að þeir væru sjálfstæðir eftir skólaár hjá nú. Þannig að þetta var svona fyrsta þemað. Já, en það er áhugavert að talandi um frelsi í skólanum og auki svigrúm nemenda til ákvarðanatöku, þá er skólapúlsinn, þar sem við höfum tækið frá að bera saman svör nemenda í nú við svör nemenda í öðrum skólum á sama aldri, að tímum mælist meiri hjá nú og virk þáttaka mælist marktakt meiri, sem er einmitt áhugavert, og við getum lært það að svigrúm og sveigjanleiki og frelsi þýðir ekki stjórnleysi ef að námsskipulagið nær að ramma þetta inn. En þetta fyrsta þema, það var sem sagt sjálfstæðið og sjálfræðið. Annað þema sem var nú gaman að sjá, það var bara þessi mikla gleði, það er svo gaman í skólanum. Og þá spyr ég, hvað er svona gaman? Og oftast vísuðu svörin til fólksins, nemendahópsins og trausti gagnvart kennurum. Og enda er það í andabæra rannsókna sem sýna okkur að vellíðan stjórnast fyrst og fremst af félagstengslum og því hvort að þeim finnist að vellíðan í skólum stjórnast að miklu leyti að því hvort þeim finnist að kennarannum líki vel við það. Þannig að þetta er svo sem algjörlega í anda fyrir rannsókna, en svo voru þau líka að vísa í námskipulagið, það var líka ánægja með það. Og þetta fengna sjálfstæði og frelsi, það var líka mikil gleði með það. En það var líka áhugavert að skólapúlsinn, hann sýndu okkur þetta mikla traust gagnvart kennurum líka. Og innri kannanir einmitt sýndu líka að þeim liði vel í nú, yfir 90% eru sammála því að þeir líði vel í nú. Nú svo er það þriðja þemað og ekki það sísta sem að mér finnst svona áhugaverðast. Það er að nemendum fannst nám við skólan hafa tilgang. Þeim finnst það gagnlegt og mikilvægt fyrir sig. Og þeir svona vilja verða meiri manneskjur og sumir meiri íþróttamenneskjur. En þeim fannst þessar áherslur sem sagt á vöxt einstaklingsins og þessar áherslur sem eru nú stundum talað í anda lífsleikni kennslu, en þessar áherslur og sjálfseflingu og félagsfærni, þeim þótti þær hafa svo mikið tilgang fyrir sig og þótti að vera svo gagnlegt. Eins og við getum séð til dæmis þarna, við höfum lært fullt af hlutum sem ég hef notað. Ég hef notað núveruna í keppni til dæmis og æfingu þegar maður er stressaður, ég get klárlega að nota þetta. Og ég hef nú tekið viðtöl við nemendur í fjölda mörg ár. Og það hefur verið þrástef hjá þeim hvað þeim finnst skólastarf og námið sitt of tilgangslust. Og þannig að það gladdi mig svo mikið að sjá hvað þetta þema var sterkt í gögnunum. Og einmitt ekki síst þessar áherslur skólans á þennan persónulega vext. Þannig að þessar áherslur á að verða meira maður, eins og Páll Skúlason orðaði það, meira manneskja. Nú eru komið að lokum. Ég ætla rétt að draga fram mér finnst áhugavert að sjá þetta námskipulag sem þeir hafa byggt upp. Og ég mun fylgjast spennt með þessu hvatakerfi og hvernig það virkar. Og þessi áherslu að verða meira maður vil ég óska að sjá víða. En ég ætla nú ekki að lesa upp þessu punkta. Kannski bara varpa fram þessari spurningi í lokum til okkar allra. Að það er svo augljóst að þegar við skipuleggjum nám í gegnum áhuga nemendana, að það er neistinn og það er gleðin og það er upplifun þeirra að því að námið þeirra hafi tilgang. Svo spurning mín til okkar allra er,
hvernig getum við í meira mæli nýtt áhuga og neista nemendana sjálfra, almennt í skólakerfinu. Takk kærlega fyrir og vonaði njótið málstofunar.